Ef við ætlum okkur að finna massatölu fyrir eitthvað tiltekna samsætu eða til að mynda komast að því hvaða frumefni hefur 11 róteindir, þá þurfum við að hafa örfá hluti á hreinu. Fyrst er það að atóm er samsett úr 3 eindum sem eru kallað róteindir, nifteindir og rafeindir. Af þessum eindum þá eru róteindirnar plúslaðnar og rafeindirnar eru mínuslaðnar og róteindirnar og nifteindirnar þær eru saman í kjarna atómsins meðan rafeindirnar eru á sveimi í kringum kjarnan. Þessar 3 eindir hafa sín tákn og róteindir eru táknaðar sem B+, nifteindir sem N og rafeindir sem E-. Og ég mun nota þessi tákn seinna í þessu myndbandi. Það sem við þurfum líka að vita það er að sætistala efnis í lotukerfinu segir með róteindafjöldan í atóminu og að massatala A í þessari jöfnu hér er jöfn róteindafjöldanum N pluss nifteindarfjöldanum Z, en það er massatalan bara fjöldi einda í kjarna atómsins. Og ef við ætlum að tákna sem sé samsætu, þá eru almennt gert þannig að massatalan er höfð hérna uppi, formúlutáknið fyrir efnið er hér, þessu tilfelli súrefni, og sætistalan er höfð hér fyrir neðan massatöluna. Við tökum dæmi. Segjum að ég sé með efni sem að inniheldur 7 róteindir og 9 nifteindir og ég á að komast að því hvaða samsæta þetta er. Til þess að gera það, þá byrjaði ég að sjá að ég er með 7 róteindir, sætistali eftir fjöldi róteinda, þannig að sætistalan þessu efni hlýtur að vera 7. Þá fer ég í lótukerfið og finna hér númer 7 í lótukerfinu er nitur. Þannig að efnið sem ég er með, frumefnið sem ég hef, er nitur. Og við munum að þetta talan hérna niðri var sem sé sætistalan, þannig ég get sett 7 hér strax. Og það eina sem vantar þá er hérna massatalan. En massatalan var aftur róteindir pluss nifteindir, það er að segja 7 pluss 9. Þannig að massatalan A er jafnt og 7 pluss 9 sem gefur mér 16. Þannig að hér er ég með 16N eða 16 nitur. Það er þá táknið fyrir samsætuna til með þetta 7 róteindir og 9 nifteindir. Og við tökum annað dæmi. Segjum ég hefði táknið. Segjum að ég sé með 238 úraníum. Þannig að ég þarf að finna fjölda róteinda og nifteinda og rafeinda í þessu tiltekna atómi. Nú ger ég það sama, ég byrjaði að fara í lótukerfið og nú veit ég frumeindatáknið, það er U. Og U í lótukerfinu hérna niðri og það er númer 92 í lótukerfinu sem þýðir að sætistalan er 92 og ef sætistalan er 92 þá hlýtur róteindafjöldin að vera einnig 92. Og hér veit ég þá að róteindar mínar P plus er jafnt og 92. Næsta skref er að finna fjölda af nifteindum sem ég er með, en þá nota ég bara þessa hér jöfnu að massatalan eftir róteindir pluss nifteindir nefnum okkar í sníinni og nifteindina mínar eru þau eftir massatalan mínus róteindafjöldi minn, en hann er massatalan er hérna uppi 238 og nifteindina mínar var ég búinn að finna að væri 92, þannig að 238 mínus 92, hvað gefur það okkur? 238 mínus 92 fæ ég út 146, þannig að í þessari tilteknu sameind er ég með 146 nifteindir. Ok, það er búinn að finna róteindafjöldan á 92, nifteindarfjöldin og 146. Svo spurði ég hver verður rafeindafjöldin og það er þannig að í óhlöðnu atómi
að það sem að róteindir og rafeindir hafa jafn háa en andstæða hleðslu hlýtur rafeindafjöldinn að vera svo sami og róteindafjöldinn, þannig að rafeindirnar í þessu tiltekinni samsætu eru einnig 92.